Litla knattspyrnuhetjan, sagan af Sigga og vinum hans. Siggi var 6 ára strákur sem elskaði íþróttir. Hann vaknaði alltaf snemma á morgnana til að horfa á pabba sinn gera æfingar. Pabbi, má ég æfa með þér? Spurði Siggi. Pabbi brosti og sagði, auðvitað Siggi minn, íþróttir eru góðar fyrir líkama og sál. Á leikvellinum hitti Siggi vini sína Önnu og Tómas. Viljið þið spila fótbolta með mér? Spurði Siggi glaður. Vinir hans brostu og tóku boltann. Þau spiluðu lengi saman og skiptust á að skora mörk. Vá, þú ert góður í fótbolta, Siggi, sagði Anna. Siggi roðnaði. Takk, Anna, ég æfi mig á hverjum degi með pabba. Tómas benti á skólann. Ég heyrði að það væri fótboltamót í skólanum á morgun. Ætlum við að taka þátt? Siggi var spenntur. Já, það væri svo gaman. Þegar Siggi kom heim sagði hann mömmu sinni frá mótinu. Mamma, get ég farið á fótboltamót á morgun? Mamma brosti. Auðvitað, elskan, en fyrst þarftu að borða hollan mat til að vera sterkur. Siggi borðaði allan matinn sinn og fór snemma að sofa. Hann dreymdi að skora mörg mörk á mótinu. Þegar hann vaknaði var hann fullur af orku. Í skólanum hitti hann kennarann sinn Dísu. Ertu tilbúin fyrir mótið, Siggi? Spurði hún. Já, ég er mjög spenntur, svaraði Siggi. Mótið byrjaði og Siggi spilaði mjög vel. Hann hljóp hratt og sendi boltann til vina sinna. Anna skoraði fyrsta markið og allir fögnuðu. Vel gert, Anna, hrópaði Siggi. Anna brosti. Takk fyrir sendinguna, Siggi. Í seinni hálfleik datt Tómas og meiddi sig á hné. Siggi hljóp til hans og hjálpaði honum á fætur. Ertu í lagi, Tómas? Spurði Siggi áhyggjufullur. Já, ég held það, sagði Tómas. En ég get ekki spilað meira. Siggi hugsaði sig um. Þá verður bara að vinna fyrir þig, Tómas, sagði hann ákveðinn. Leikurinn var spennandi. Siggi og Anna léku vel saman. Rétt áður en leikurinn var búinn fékk Siggi boltann. Hann hljóp hratt fram hjá öllum og skoraði flott mark. Mark! Hrópaði kennarinn. Allir fögnuðu og lið Sigga vann mótið. Eftir leikinn kom pabbi Sigga og faðmaði hann. Ég er svo stoltur af þér, Siggi minn, sagði hann. En ég skoraði bara 1 mark, sagði Siggi. Það skiptir ekki mestu máli, svaraði pabbi. Þú hjálpaðir vinum þínum og sýndir hvers konar íþróttamaður þú ert. Siggi brosti breitt. Ég elska íþróttir, pabbi. Og íþróttir kenna okkur svo margt, sagði pabbi. Að vinna saman, hjálpa öðrum og gera sitt besta. Þegar Siggi fór heim með verðlaunapening um hálsinn, vissi hann að hann vildi æfa íþróttir alla ævi. Á morgun ætla ég að prófa sund, sagði hann við mömmu sína. Mamma brosti. Þú getur allt sem þú vilt, Siggi minn. Þannig lærði Siggi að íþróttir eru ekki bara skemmtilegar. Heldur kenna þær okkur líka að vera góðir vinir og hjálpa hver öðrum.